Íslenskur sjávarútvegur og stýrivextir er það sem við ætlum að ræða hérna í dag í Norðurtjörninum og ég er búin að fá hérna til minn Jón Bjarka, aðalhagfræðing og Runólf Geir, forstöðumann sjávarútvegsteymis Íslandsbanka. Jæja strákar, þetta var svona viðburðarík vika allan í bankanum. Ef við byrjum aðeins á stýrivöxtunum, þið voru búin að spá því að þeir myndu haldast óbreyttir. Hvernig í rauninni brást fólk við þessum tíðindum og markaðurinn? Markaður reyndar hafði greinilega eitthvað verið að gæla við að það yrði vaxtalækkun því að óverðtryggðir vextir á markaði hækkuðu heldur eftir ákvörðunina. Það voru engir stór skjálftar en þannig lá nú markaðinn þann daginn. Ákvörðun sjálf hins vegar var í samræmi við, eins og þú segir, ekki bara mína spá heldur almennt spár á markaðnum og eðlilegt tel ég í ljósi þess hvað sagt hafði verið áður og hvað gerst hafði síðan. Við höfðum gagnrýnt Seðlabankann fyrir að vera að koma með lítt undirbúnar vaxtalækkanir trekk í trekk. Ég veit ekki hvort þeir hafa tekið það til sín en í öllu falli þá var meira samræmi milli þess sem að framsýn leiðsögn og svona sá tótt sem var sleginn síðast hafði gefið til kynna og hver niðurstaðan var. En nú vorum við að sjá fram á hagvöxtinn aðeins draga úr hagvexti og svona hvernig voru orð bara seðlabankastjóra, svona hvernig er hægt að ef við horfum til lengri tíma, svona hvernig er framhaldið? Ég þykist skynja af tóninum í Má á miðvikudag og svo sem þeim tónin sem sleginn var í yfirlýsingu peningastefnunefndar kemur fram í peningamálum að það sé nú ekki endilega búið vaxtalækkunarferlið. Bæði meta þeir stöðuna þannig að jafnvægisvextir, þeir vextir sem að jafnaði ættu að ríkja, séu lægri heldur en þeir voru hér í rauninni síðustu áratugina og eins hitt að þeir eru að teikna binda sem dregur nokkuð hratt úr hagvexti og nýjustu tölur styðja það. Þannig að það er von á meiri lækkun vaxta en kannski ekki alveg á allra næstu vikum eða mánuðum. Já. Runólfur, þetta hefur gáð út nýja skýrslu, sjávarútvegsskýrsluna og sjávarútvegsráðstefnan haldin líka í dag og í gær. Hvað getur þú sagt okkur að markverðasta úr skýrslunni? Já, fyrst kannski taka fram að bankinn er búinn að gefa út þessa skýrslu síðan 2003 og þetta er okkar svona leið til þess að horfa aðeins tilbaka hvernig hefur gengið í geiranum og svo líka kannski rýna það hvað er framundan. En helstu og markverðustu kannski þættir þessari skýrslu eru þeir að sjávarútvegur árið 2016, hann var að dragast aðeins saman, aflamark var að dragast saman 19% á milli ára 2015 og 16. Einnig eru útflutningsverðmæti að dragast saman 14% á milli ára. Þannig að það er samdráttur í greininni og þetta í sjálfu sér hefur þá áhrif á rekstur sjávarútvegsfyrirtækjanna líka því að við sjáum að rekstrartekjur þeirra er að dragast saman. Rekstrarafkoma af svona reglulegri starfsemi er verri 2016 heldur en var 2015. Þannig að þau góðu ár sem að sjávarútvegurinn er búinn að eiga síðastliðin ár, að það er svona útlit fyrir að það sé eitthvað að draga saman þar. Og varðandi þetta ár þá gerum við ráð fyrir því að það verða engar stór breytingar á milli 17 og 16. Það er að segja að svona óheppilegir ytri áhrifaþættir eins og viðskiptabönn, gengisstyrking og verkföll til dæmis í byrjun árs er ekki að vinna með þeim núna í ár. En rekstrarumhverfið þeirra núna, fjármögnunarkostnaður hlýtur að vera búin að lækka í kjölfarið að bara svona efnaðist ástandinu sem er orðið betra. Já. Hvernig hefur svo þróun verið hjá þessum fyrirtækjum? Það er að sjálfsögðu góða fréttir að stýrivextir hafa verið að lækka og það hjálpar greininni í heild sinni. En það sem hefur kannski haft meiri áhrif fyrir sjávarútveginn og stóru sjávarútvegsfyrirtækin er að fjármögnunarkostnaður íslensku bankanna í erlendri mynt hefur verið að lækka umtalsvert á síðustu misserum og það kemur í kjölfar þess að okkar lánshæfismat hefur verið að batna íslenska ríkisins og bankarnir fylgja með. Þannig að okkar fjármögnunarkostnaður bankanna hefur stórbatnað og við höfum getað þar af leiðandi komið því áfram til viðskiptavina. Þannig að fjármagnskostnaður fyrirtækjanna hefur dregist saman sem að hjálpa þeim augljóslega í þessum kannski þrengingum sem eru í rekstrarumhverfinu núna. Einmitt.
Og það var fjör á sjávarútvegsráðstefnunni líka og það mikil svona bara vonar tónn í fólki og tækifæri framundan. Hvernig fannst þér að vera að ræða alls konar verðmætasköpun og fimmföldun á útflutningsverðmætum bláa hagkerfisins var yfirheiti á einni málstofunni. Er það raunhæft markmið? Sko, sem betur við var ekki gefið neitt tímarammi á þessa fimmföldun í útflutningsverðmætum því að ef við horfum tilbaka að þá tók það nú 30 ár að tvöfalda útflutningsverðmætin síðast þannig að við verðum að spýta í lófana. En þetta er sjálfsög skemmtilegt umræðefni og þetta er í sjálfu sér eitthvað sem að sjávarútvegurinn þarf að velta fyrir sér. Það er, ef við horfum á þær tölur í skýrslunni og síðastliðin ár, að þá er eins og það hafi dregið aðeins úr verðmætaaukningunni í geiranum á síðustu árum, svona samanburði við kannski síðustu 5-6 ár þar á undan. Þannig að það er að verða einhver stöðnun þar og þar að leiðandi er bara þetta mjög góð tímarammi, tímapunktur til þess að leggjast yfir það hvað getum við gert til þess að auka verðmætin, útflutningsverðmætin í þessum geira. Og eitt af því sem kom til dæmis fram þarna er fiskeldið, það er svona vaxtabroddur þar. Og við erum komin á stað í fiskeldið og gaman frá því að segja að á síðasta ári, 2016, það var metár í fiskeldi á Íslandi. Þar náðum við að fara fram úr fyrri metári sem var 2006. Það voru 15.000 tonn framleitt á síðasta ári og miðað við þær áætlanir og það sem er í gangi núna að þá er útlit fyrir að við skriðum upp í 20.000 tonn á þessu ári. Og það er drifið áfram af laxeldinu sem að hefur svo sem verið í svolítið stappi við pólitíkina og sitt nærumhverfi. Það var nú eins og Einar K. Guðfinns benti nú samt á að það er nú kannski eins og margt annað í sjávarútveginum sko. Að það er alltaf pínu stappi kringum sjávarútveginn að ná svona almennri sátt kvótakerfi og fiskeldi þar á meðal. Sko. Já, mér var nú reyndar ágætur punktur sem kom líka fram að sama tilefni er að það hefur svo sem ekki ríkt neinn ró landbúnað heldur áliðnaðinn, ferðaþjónustan nú farin að svona kannski draga að sér einhverja neikvæðni líka. Það var pínu skemmtilegt samt að hlusta á, nú erum við að sjá fram á vonandi ríkisstjórn á næstu dögum að þeir nýttu tækifæri til að skjóta hressilega stjórnvöld líka í leiðinni að setja verkefni fyrir nýjan sjávarútvegsráðherra. Já, svo sannarlega. Ég held að verkefnin sem að sjávarútvegsráðherrar hafa haft síðastliðin misseri og kjörtímabil hafa verið stór og það var svo sem stigið stórt skref núna síðast verið að reyna að mynda einhvers konar sátt. Það var sett saman nefnd, þverpólitísk nefnd sem átti að reyna að höggva þennan hnút. Það var nú eiginlega ljóst frá byrjun að það gekk erfiðlega að ná einhverju samstöðu þar. Þannig að hún er í sjálfu sér hætt störfum. Svo kom fram plagg þar sem verið var að reyna á sátt varðandi fiskeldi líka. Og þar var til dæmis tekið fram að fiskeldi ætti ekki að fara fram í djúpinu og það er sjálfur sér ekki kannski allir sammála það heldur. Þannig að ég held að verkefni fyrir næsta sjávarútvegsráðherra sé engin minni heldur en að hefur verið síðastliðin kjörtímabil. Nákvæmlega. Við náum ekki að fara lengra með þetta. Takk fyrir þetta.